í dag og veru í honum. Guð blessi þig. Við kveðjum þig áfram að gera slíkt saman. Drottinn blessi þig. Við Smárakirkju viljum elska alla þjóna öllum. Vertu því velkomin í samfélag í dag. Góðan og blessaðan daginn. Nú er 66 samfélag og við finnum þig að deila fagnaðar Jesú Kristi sem hafa að halda þetta. Nýttu tækifæri og blessu.
Halleluja, velkomin að samkomu og gleðilegt nýtt ár. Mikið ég spennt fyrir þessu nýja ári sem að hefjast. Ég einhvern veginn með bara fiðrild í maganum, kannski út af því að við erum búin að vera kyrr svo lengi og maður fullur af von og bjartsýni og ég bið að Guð gefi þér þessa von í hjartað. Og það hvergi betra að byrja heldur en einmitt það að gefa Guði alla lofgjörð og alla dýrð eins og við gerðum í þessu lagi. Þannig að mér langar til þess að biðja í dag og biðja Guð að gefa okkur spenning, tilhlökkun fyrir árinu sem er nýbyrjað. Og ef við erum að ganga í gegnum erfiðleika að Guð gefa okkur þessa vonaglætu og það svo dásamlegt að eiga von mitt í öllum kringumstæðum og vitið það að Jesús hinn sanna von. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig og við lofum þig í dag. Ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn og trúfesti og ég þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú ert okkar von. Í þér alltaf nýtt uppaf. Og á þessu ári, Drottinn minn, þar sem við erum að stíga inn í nýtt uppaf, viltu gefa okkur, Drottinn, kraft og styrk. Viltu gefa okkur náð til þess að elda það sem að þú hefur fyrir okkur í ár. Að við gleymum því sem að baki og við seilumst eftir því sem að framundan Því að þú ert mikill og þú gerir furðuverk og ég bið að blessa einn og sérhvern sem að hlusta í dag og horfa. Drottinn, ég bið að gefa kraft af himninum, upprisukraft, Drottinn minn Jesús, að við mættum rísa upp og vera allt það sem að þú hefur kallað okkur til þess að vera. Drottinn minn Jesús, gærdagurinn farin, en dagurinn í dag okkar, Drottinn, og við ráðum hvað við gerum við þennan dag og við ráðum og við veljum þig, Jesús. Við veljum þig, Jesús, og ég bið að blessa einn og sérhvern. Höldum áfram í lofgjörð hér í dag. This road that's so uncertain, and now I am left alone and I am broken, trying to find my way, try to find the faith that's gone, and this time I know that you are holding all the answers. And I'm tired of losing
against the Lord. No one will. No one will. Who will stand against our King? No one can. No one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. The victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus.
You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every life. I worship you. I worship you. You are here,
Vitið það, ég er bara sannfærð það, það er eitthvað sem að þarf að ná þessi í anda sinn. Alveg sama þótt þú sjáir í raunin ekkert í hennu ytra, Guð er alltaf að vinna. Og Guð er ekki búinn að gleyma þér og það er svo mikilvægt að þegar við göngum í gegnum erfiða tíma og jafnvel bara góða tíma, að muna það að hann er sá sem hann segist vera og hans loforð, þau standa. Hans loforð standa. Og þegar við sjáum ekkert nema kannski myrkur í kringum okkur eða þá einhvers konar vosbúð eða bara brjála veður í hennu andlega, þá er svo mikilvægt að ekki bara hugsa loforð Guðs heldur að tala þau út. Því hann er sá sem hann segist vera. Hann elskar þig og hann er með þér allt til enda. Hann er búinn að lofa því. Og hann segir líka allt megnar þú fyrir hjálp hans sem að þig styrkan gjörir. Hann hefur líka lofað að hann muni fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Hann er ekki búinn að missa stjórn á aðstæðunum, jafnvel þótt að sé COVID. Hann er fyrir ofan allt og hann er í þínu liði. Ef að þú hleypur honum í hjartað, þá er hann tilbúinn að verka, að vilja framkvæma sér til verðþóknunar. Hann breytir hlutum í lífi okkar, þannig að við förum allt í einu að endurspegla hann. Þannig í stað þess að horfa á kringumstæðurnar, prófaðu að horfa á Jesú í dag. Því hann er ekki búinn að missa tökin. Horfðu á Jesú og þegar þú horfir á Jesú, þá myndu upplifa að þú fær nýjan kraft. Þetta er leyndardómur og þetta eðli arnarins. Horfðu upp í staðinn fyrir niður. Horfðu upp. Og hann mun reyna sannur og trúr. En við ætlum að taka samskot því að jafnvel á 9 ári að þá halda reikningar áfram að berast og við viljum standa skil okkar skuldbindingum. Þannig ég hvet þig til þess að styðja við Smárakirkju. Það er engin skildugur eða neitt slíkt. Fólk gefur ef það finnur í hjarta sínu að það vilji gefa. Og ég ætla að biðja Drottinn að blessa þig þegar þú gefur í dag. Í Jesú heila nafni. Amen. Fer
Guði. Þetta var stórkostlegt. Algjörlega stórkostlegt. Þvílíkir snillingar sem að við erum með hérna í Smárakirkju. Það er hérna allt alveg bara að springa af talentum. En ég vil allavega þakka þessu stórkostlega tónlistafólki fyrir þeirra framlag hér í dag og Guð blessi þau innilega og varviti. Amen. Má ég heyra amen? Alveg 2 í salnum, bara eins og bara vera ber á þessum tíma. Og allir minn hérna, segir ekki amen allir. Takk Jesús. En vitið það, ég er eitthvað svo ótrúlega spennt fyrir þessu ári. Og er búin að vera að hugsa mikið og mér langar kannski að deila örlitlu sem að Drottinn hefur sett á mitt hjarta fyrir þetta spennandi ár sem að núna er að byrja. En mér finnst alltaf betra að fara inn í orðið þegar búið er að biðja. Þannig ég ætla að biðja bara stuttabæn. Drottinn, ég biðjum að opna hjarta okkar fyrir því sem að þú vilt segja hér í dag. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir að ég er ekki í mínum krafti, heldur er ég í þínum. Og Drottinn, ég þakka þér fyrir það að ég get sleppt tökunum á því sem var til þess að höndla það sem að þú hefur fyrir mig í dag. Og ég hvet Drottinn minn og ég bið að allir mætti gera það sama, taka lærdóm á því sem var og nota það Drottinn til þess að bera meiri ávöxt. Drottinn fyrir þig, Jesús. Og ég bið að blessa einn og sérhvern sem er að hlusta. Og viltu gefa huggun, viltu gefa kraft og viltu gefa von. Og við biðjum í Jesú nafni. Amen. En mér langaði til þess að aðeins bara miðla bara stuttlega í dag hvað Drottinn hefur sett á mitt hjarta. Og ég bið alltaf í svona nóvember, þá bið ég Guð að tala til mín, varðandi það sem hann ætlar að gera á komandi ári. Og ég gerði það líka þessu sinni. Og mér finnst mjög mikilvægt að vera einhvern veginn að finna hjartslátt Guðs, þannig ég tala ekki bara eitthvað heldur að ég finni einhvern veginn frá Guði hvað ég á að segja. Svo er allavega hvort að það takist til. En ég bið og svona til þess að kannski að fara yfir síðasta ár, þá eru ótrúlega margir sem eru bara fegnir að það ár er búið. Og ég get alveg skilið það að mörgu leyti. Fyrir mig og mitt hús, síðasta ár var bara alls ekki slæmt. Það var bara mjög gott. Og ég talaði mikið það á síðasta ári rætur og hvernig tréð, út af því að þessi myndlíking varðandi tréð og hvernig við að bera ávöxt, hún er svo oft nefnd í ritningunum. Og það er svo sérstakt þegar maður horfir á það að Guð, það sem er í hennu náttúrulega er mynd af því sem að Guð er að gera í hennu andlega. Og í ár að þá höfum við staðið svolítið bara kjur, ekki satt. Það er búið að vera bara allt einhvern veginn á hraða sníelsins. Og mér finnst það góð mynd einmitt upp á tréð. Það þarf að vera á einum stað til þess að það skjóti rótum. Og ég hef líka mjög mikið talað það á þessu ári að það er einmitt í erfileikum þegar það er myrkur, vetratíminn eða næturtíminn, sem að ræturnar af trénu fara niður. Þannig að í Guðsríkinu að þá skiptir ekki öllu máli hvernig tréð lítur út fyrir ofanjörðu. Það sem að skiptir öllu máli er hvernig tréð lítur út fyrir neðan yfirborðið. Og ég held að mörgu leyti að þá hafi síðasta ár verið ótrúlega mikilvægt að staðsetja okkur á réttum stað. Við höfum verið kjur, við höfum verið í erfiðum aðstæðum, svolítið svona undir ákveðnu þrýsting, óvissu. Og það hefur gert að verkum að rætur okkar hafa farið niður. Og hvað gerist, vinir, þegar rætur okkar fara niður? Þá erum við bær til þess að bera ávöxt. Og ég held, mín tilfinning fyrir þessu nýbyrjaða ári er sú að við munum bera mikinn ávöxt. Ég held að tími ávöxtar sé runnin upp. Og ég ætla bara að bera rosalega mikinn ávöxt. Og ég vil skora þig að gera það sama. Þetta er árið, vinir, þar sem við ætlum að breyta bara ákveðnum hlutum. Við ætlum að vera besta útgáfan af sjálfum okkur.
Og mér finnst oft gott áramót einhvern veginn að taka svolítið svona stöðuna. Hvað vil ég sjá breytast? Og við erum allavega búin að taka ákvörðun það á mínu heimili að við ætlum að hætta bara kökur. Í COVID þá borðum við kökur. Ég get alltaf sagt frá þessu, nánast á hverjum einasta degi. Það verður breyting 2021. Má ég heyra amen Ali? Þannig að við ætlum, og alveg eins og við erum að gera, þið viti, breytingu í hennu náttúrulega. Þú veist, varandi mataræði, varandi æfingarnar okkar. Þá er líka svo mikilvægt að setja okkur í stellingu fyrir það sem að Guð ætlar að gera andlega. Ákveða, byrju, hvernig ætla ég að nálgast árið? Hvernig ætla ég að fara inn í árið og heyra frá Guði? Út af því að vitið það öll tækifæri, allt það sem að dettur í veg okkar, þetta kemur allt frá Guði. Guð er bara í öllum hlutum. Og mér langar til að lesa hérna í Jeremía 17:7. Þetta er vers sem að ég elska, gjörsamlega elska, gert lengi. Og það stendur: Blessaður er sá sem treysti drottni. Drottin er athvarf hans. Hann er sem tré gróður sett við vatn og teygir rætur sínar að læknum. Það óttast ekki að sumarhitinn komi, því að lauf þessi sígrænt, það er áhyggjulaust í þurru árferði, ber ávöxt án afláts. Vitið það, sterkt fólk sem býr yfir andlegum styrk, það dettur ekki á himnum ofan. Fólk sem býr yfir andlegum styrk út af því að það hefur komist í gegnum óþægilegar og erfiða kringumstæður. Og vitið það er til tvenns konar fólk. Þetta er fólk sem fer í gegnum kringumstæður og kemur einhvern veginn út úr erfiðum kringumstæðum gjörsamlega glansandi. Og þú finnur það ber með sér ákveðna auðmýkt, ákveðna reynslu, ákveðin skilning. Og svo ertu með hinn hópinn sem fer í gegnum sömu kringumstæðurnar, er meiddir og barðir, eins og kringumstæður oft vilja gera okkur, en það kemur út hinum heim betrir. Og vitið það, ég er búin að taka ákvörðun að ég ætla að vera í hópnum sem kem glansandi út úr kringumstæðunum. Og aftur, Halldór fór í gegnum þetta síðast þegar hann talaði. Það er ekki endilega kringumstæðurnar sem við lendum í sem ákvarða hvert líf okkar stefnir. Það eru viðbrögð okkar við kringumstæðunum. Og við þurfum að taka ábyrgð á okkar viðbrögðum við kringumstæðunum. Ekki satt. Það er svo mikilvægt að við tökum ábyrgð og við blómgumst ef við eigum að blómgast. Því að tími undir þrýsting verður styrkur. Ég ætla að segja þetta aftur, tími undir þrýsting verður styrkur. Rétt eins og þegar við förum í ræktina, þegar við tökum upp blóðin, þrýstingur og tími, það gerir vöðva. Þannig að vöðvar koma þegar þú ferð í mótstöðu. Vöðvar kom ekki öðruvísi. Og mér langar til að tala við ykkur bara svona stuttlega í dag hvernig við getum staðsett okkur fyrir þá velvild og köllun sem að Guð hefur ákvarðað fyrir okkur árið 2021. Og mér langar til að fara örlítið í kannski vers sem við erum búin að vera svolítið að tala úr. Og það er í Lúkas. Við erum búin að vera að tala jólaguðspjallið. En mér langar til þess að örlítið hérna í dag að tala Maríu. Af hverju fann María velvild í augum Guðs? Hvað var það við Maríu sem að gera það verkum að hún fékk þetta ótrúlega mikilvæga hlutskipti að ala upp mannsson? Spáði í köllun. Ala upp Jesú. Minnst þetta alveg magnað. En vitið það, vinir, María er ekki bara kölluð. Allir sem að heyra mitt mál í dag eru kallar af Jesú til þess að vinna ákveðið verk. Og vinir, það er svo mikilvægt að við séum ekki bara með kölluna okkar lífi, að við höfum ekki bara fengið spádóm eitthvað. Heldur að við setjum okkur í stellingar og við tökum þátt í því að sjá þennan spádóm verða veruleika fyrir líf okkar. Og veitir hvað þarf til? Það þarf hugrekki. Og ég talaði við 2 dögum fyrir áramót, þá talaði ég við alla og ég sagði, veistu það Ali, ég ætla að biðja Guð að gefa mig meira hugrekki.
Og það það sem ég biði fyrir þetta ár. Og það ég vil stíga enn betur inn í það sem að Guð hefur fyrir mig. En við þekkjum ekki mikið til Maríu. Við vitum að María var ung kona. Hún var valin til þess að vera móðir Jesú, ganga með hann og ala hann síðan upp. En við vitum í rauninni afskaplega lítið hana. Við höfum engan svona bakgrunn, hvernig hún var alin upp eða neitt slíkt. Það eina sem við sjáum á Maríu bara þegar engillinn birtist henni. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers og það í Lúkasi 1 og við ætlum að byrja hérna í versi 28. Og engillinn kom til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar eða velvildar Guðs. Drottinn með þér. En María var hrædd við þessi orð og hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Og engillinn sagði við hana, óttast þú eigi María, því að þú hefur fundið náð eða velvild hjá Guði. Þú munt þungu verða og son ala og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaði sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætti Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Mögnu vers. Vers 34 þá sagði María við engilinn, hvernig má þetta verða þar ef ég hef ekki karlmannskennt? Og engillinn sagði við hana, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskikja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Elísabet frænkona þín einnig orðin þunguð að syni í elli sinni og þetta 7. mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði engin hlutur megn. Þá sagði María, sjá, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum og engillinn fór burt frá henni. María hafði augljóslega köllun á sínu lífi, augljóslega. Finnst hún var valin í þetta hlutverk. En það kemur ekkert fram hvar María í rauninni var stödd þegar engillinn kom til hennar. Það ekki talað að hún hafi legið á bæn frammi fyrir Guði eða verið í musturinu. Hún bara heyrði röddu engilsins, hún heyrði röddu Guðs. Og mér finnst það segja mér alveg afskaplega mikið. Og ég vil taka það og beina því til okkar öll, að taka það til okkar og læra af þeirri vegferðina Maríu, að hún hafði meðvitund Guð. Lífinar bjóð til rými að heyra frá Guði. Og við höfum lært eitthvað á síðasta COVID ári og þá það kannski það að allt þessi læti sem oft fyrir utan okkur, allir þessi hraði, þú veist, öll þessi hróp, allt þetta stress, kannski eitthvað sem við þurfum ekki endilega að hafa í líf okkar. Við þurfum að endurraða og forgangsraða í líf okkar, þannig að Jesú komist að. Fyrir þetta ár, ég alltaf að segja næsta ár, fyrir þetta ár, þá hef ég ákveðið að gefa Guði meiri tíma. Ég ætla að vera meðvituð hvað Guð að segja við mig hverju sinni. Og ég ætla ekki að fara aftur í hlaupin og stressið sem ég var vön að koma mér í fyrir bara ári síðan. Það leksían mín. Ég ætla að gera eins og María. Ég ætla að hafa eyra sem heyrir það sem að andinn segir svefniðinum. Og vinir, þegar við erum að taka til í henni ytra, tökum líka til í okkar andlega manni og gefum Guði rými til þess að tala við okkur. Því hann að tala við okkur á hverjum einasta degi. Og ég get alveg sagt ykkur það, að þegar við einbyttum okkur að þessum eina, þá mun allt annað veitast okkur auki. Það stendur í reikningunni, leiti fyrst Guðs ríkisins og hans réttlætis og þá mun allt annað veitast yður og auki. Ekki vera að hlaupa langt yfir skammt. Einbyttu þér að þessum eina
og allt annað í þínu lífi mun fara að ganga upp. Má ég heyra amen? Þannig að númer 1, hún hafði meðvitund Guð. María hafði meðvitund. Og þegar engillinn talaði, þá heyrði hún það sem engillinn sagði. Og það skiptir ofboðslega miklu máli. Það líka gríðarlega mikilvægt að taka frá tíma, að lesa orð Guðs, að biðja, að rækta hinn andlega mann. En það líka mikilvægt og mér finnst það ofboðslega gott þegar ég bara í bílnum. Ég ein með sjálfum mér og ég fæ svona tíma inn á milli þar sem ég bara tala við Guð. Ég tala við hann, ég set mig ekki í neina sérstaka stellingar, ég ekki háfleig, ég tala frá hjartanu. Og vitið að ég alveg samfærum það, Guð vill ekki eitthvað svona látbragð frá okkur. Hann vill sannleikan. Hann vill að við komum fram fyrir sig bara eins og við erum. Þannig í staðan fyrir að setja okkur í einhverja stellingar og halda þetta að segja eitthvað meiri háttar mál að tala við drottinn, þá það ekki. Hann heyrir og sér hugsanir þínar en hann elskar að eiga samfélag við okkur. Þannig að við erum meðvituð. Eyðum tíma og forgangsröðum tíma fyrir hann. Númer 2, það sem að minnst alveg magnað. Og þetta eitthvað sem ég þarf að efla mig í. María var tilbúin. Ég þarf svolítið að vinna í þessu. Þegar Guð kallar mig, þá ég alltaf bara svona í alvörunni Guð. Ertu að kalla mig í þetta? En þessi bara miklu betri. Og ég efast stundum köllun Guðs. En Guð efast ekki köllun sína á lífi okkar. Hann gerir það ekki. Og hann ætlast ekki til að við þurfum að vinna eitthvað stórkostleg verk. Hann mun vinna verkið í okkur. Og það yfirleitt meiri sér gott. Þegar maður upplifir sig ekki sterkan, því að ritningin kennir að máttur Guðs felst í okkar veikleika. En það líka mikilvægt að þegar Guð kallar okkur, að við hlaupum ekki hingu og þangu og segja, drottinn veldu þennan frekar. Gerum eins og María. Við erum tilbúin. Og sjáu hvað hún segir hérna í loka versunum. Hún segir, ég að flækjast þetta í þessu. Sjá, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Hún heyrði röddu Guðs. Guð fór fram á eitthvað við Maríu og hún sagði, verði mér eftir orðum þínum. Hún var tilbúin. Og mættu við, vinir, vera tilbúin fyrir það sem að Guð ætlar að gera á þessu ári. Þriðja atriði sem ég langar til að sýna ykkur fram á, það framkvæmd. Og við höfum nú oft talað það, vitið það, trúin nefnilega dauð án verka. Og fólk talar ég þarf nú ekki að gera neitt rosalega mikið í Guðsríkinu. Staðreyndin sú, þegar Guð hefur áhrif á hjarta þitt, að þá mun það alltaf lýsa sér í öllu því sem að þú tekur þig fyrir hendur. Framkvæmd á því sem að Guð hefur sett innra með þér skiptir svo miklu máli. Og mjög margir í gegnum tíðina hafa verið svolítið í hlutleysiskýr, sem kannski allt í lagi á tímum COVID og öðru slíku. En vinir, ég hef á tilfinningunni á þessu ári, þá mun fólk fara að setja í gírinn. Og það mun upplifa alveg með nýjum hætti hvað það mikil blessun að vera þessi farvegur fyrir Guð, fyrir heilagan anda. Út af því að við erum ekki bara sköpuð til þess að vera eyland. Við erum sköpuð til þess að vera í tengingum við annað fólk. Og vitið það, stæðstur sá sem þjónar. Við erum kölluð í þjónustu. Við erum kölluð til þess að þjóna öllu fólki. Elska fólk til lífs. Elska fólk og teygja hendur okkar. Og stendur nefnilega í opinberunarbókinni eftir því sem að tíminn færist nær. Þá mun kærleikur kólna. Og mér finnst í stundum sjá þetta. Fólk svona, nei, veistu það, ég ætla bara að vera bara heimi hjá mér. Ég ætla ekkert að rétta hjálparhönd. Ég bara nóg með mig og mína. Pössum okkur á því að þegar Guð hellir einhverju blessun í okkar kér, að það sem meir en bara fyrir okkur. Við eigum að sulla blessunni sem að Guð setur inn í líf okkar til allra þá sem í kringum okkur. Við eigum að vera
eins og stendur í Sálmi 23, bikar sem flæðir yfir. Vinir, fólk á að upplifa náð og sannleik þegar kemur í tæri við okkur. Og náðin er þannig að hún er ekki bara fyrir mig, velvildin, hún kemur yfir á aðra. Við snertum annað fólk með velvild Guðs. Má ég heyra amen? Amen. Þannig að alle ætlar að gera meira á þessu ári. En hún var tilbúin, vinir. Og oft upplifum við, eins og við sem ekkert endilega besta manneskinn í jobbið. En ef Guð hefur kallað þig, þá hefur Guð trúað þér. Og ég hef allavega fundið fyrir því að köllun mín virðist ofta liggja þar sem minn mesti sársauki er. Þar sem að Guð hefur tekið mig í gegnum einhverja erfiðleika, þar hef ég eitthvað að gefa. Þannig að vinir, við erum ekki bara heyrendur, við erum líka gerendur, framkvæmd. Það er ekki nóg að vita köllunni, það er ekki nóg að fá spádóminn. Við þurfum að stíga fram í smörninguna. Og mér langar líka til þess að minna ykkur á það, var að stíga fram í smörningu sína. Jesú var ekki kallaður Kristur fyrr en hann steig inn í þjónustu sína. Kristur þýðir nefnilega hinn smurði. Það sama gildur okkur. Það kemur þessi smörning inn í líf okkar þegar við göngum inn í tilgang okkar. Þegar við göngum í þjónustu, þá kemur smörning. Og margir kannski spyrja sig smörning, hvað þýðir það? Biblían kennir að smörningin hún brýtur okið. Það er kraftur Guðs í líf okkar sem að brýtur það ok leið og við göngum inn í þjónustu. Þannig að ekki missa af þeirri smörningu sem felst í að stíga inn í þjónustu. Númer 3 framkvæmt. Númer 4 tenging. Ég hef tekið eftir því að tengingar við fólk skipti gríðarlega miklu máli. Við þurfum að velja þá sem er í kringum okkur. Og María, engillinn sagði við hana, hann sagði, frændkona þín Elisabeth. Elisabeth var töluvert eldri en María. Og hvað gerir María þegar engillinn fer? Hún flýtir sér til Elisabethar. Og þegar hún kemur til Elisabethar, þá vitum við hvað gerist. Loforðið, það stekkur í maganum hennar, ekki satt. Og það er það sem að gerist. Þegar við erum í kringum fólk sem að hefur eitthvað að segja við okkur. Vitið það, ég þroskaðist alveg ofboðslega mikið þegar ég fekk mentor í mitt líf. Og ég mæli með því á göngun með Guði að þú hafir eitthvað sem þú getur leitað til, sem að þú getur þegið ráðlegginga frá, eitthvað sem að aðstoða þig á göngunum með Guði. Okkur er ekki ætlað að vera eyland. Og þess vegna skiptir líka ótrúlega miklu máli, vinir, að við pössum hverjir í okkar innsta hring. Að við veljum vel vin okkar. Að við veljum ekki fólk sem að gera bátinn okkar lekan. Út af það eru sumir sem eru bara í því að gera göt á bátinn okkar. Hvað gerist þegar komið göt á bátinn? Hann sekkur. Og vinir, við eigum ekki að vera með vini sem að gera bátinn okkar lekan. Heldur eigum við að leita til fólk sem hefur kannski meiri reynslu, er búin að komast í gegnum kringumstæðurnar. Og eins og ég talaði áðan, er glansandi af reynslunni, kemur út betri en ekki betur. Leitum í þannig fólk og viti menn, þeir muni sjá hvernig það hefur áhrif á allan framgang ykkar í Guðsríkinu. Þannig að númer 4, tenging, skiptir rosalega miklu máli. Og númer 5, 5. atriði sem ég vil benda ykkur á sem að María gerði, hún játaði loforð Guðs fyrir líf sitt. Hún hóf lofsöng, stendur í kaflanum. Hún var ekki bara tilbúin, hún var ekki bara í startholunum, hún framkvæmdi, hún hafði réttu tengingarnar, svo fór hún að lofa Guð. Og hvað gerist, vinir, þegar við förum að lofa Guð og við förum að lýsa yfir loforðum Guðs fyrir líf okkar? Þá sjáum við hvernig
hvernig nýtt verður til. Hvernig skapaði Jesú heiminn? Hann talaði. Og hann hefur gefið okkur upprisunkraft sem býr innan með okkur. Þannig ef þú vilt sjá eitthvað í lífiðinu, talaðu út það sem að Guð hefur gefið inn í hjartað þitt. Talaðu það út. Og ekki bíða eftir að sjá hlutirna verða veruleika áður hún byrja að lofa hann. Það sem að við gerum, við fáum orð frá Guði, við fáum köllun frá Guði og við förum strax að lofa hann. Við förum að segja, Drottinn, ég þakka þér að þú ert stór og þú ert mikill og þú hefur gjört furðuverk og þú ætlar að nota það litla sem ég hef fram að færa og þú munt blessa það margfaldlega. Þannig að mér langar til þess að lesa fyrir ykkur það sem að María gerði. Og þetta er svo magnað og ég vona svo sannarlega að við getum tilengað okkur þetta. Lofsöngur. Og í versi 48 það stendur svo. Því að hann hefur litið til ambátta sinnar í smæð hennar. Héðan af munu allar kynslóði með sæla segja. Númer 49. Því að mikla hluti hefur hinn voldi við mig gert og heilagt er nafn hans. Hún lýsir því yfir hver hann er. Hún lýsir því yfir að Guð er stór og hann er mikill. En vinur, hún gerir meir en það. Hún lýsir því líka yfir hver hún er í honum. Og vinur, þegar Guð hefur kallað okkur og allir sem eru að horfa á mig í dag eru með köllun frá Guði. Allir. Ef að Guð hefur kallað þig, þá er engin annar sem að getur unnið þitt verk nema þú. Engin annar. Ef að Guð hefur kallað þig, þá hefur hann full að trúa þig líka. Og vinir, ég trúi því að þetta er ár þar sem við munum sjá risasigra. Af hverju? Því að það verði ekki bara möguleikar. Við munum sjá möguleikana verða að veruleika. Fólk mun raunverulega stíga inn í þau tækifæri sem að Guð hefur fyrir viðkomandi. Og þetta er árið, vinir. Það sem við dustum rykið af öllum þeim spátumum sem hafa verið talaðir yfir líf okkar. Við dustum rykið af þeim. Og við segjum, Drottinn, ég ætla að stíga fram sem aldrei fyrr. Ég ætla að stíga fram og ég ætla að sjá þessi loforð verða veruleika. Ég ætla að vera eins og María. Ég ætla að vera tilbúin. Og ég ætla að vera meir en tilbúin. Ég ætla að framkoma bara leið og þú gefur mér leyfi til. Og ég ætla að lofa þig. Og ég ætla að passa tengingarna mínar. Ég ætla að leita til fólk sem veit jafnvel meira en ég veit. Og ég ætla að vera blessuð. Og ég ætla að bera ávöxt. Alveg sama hvaða tíð er að koma, ég ætla að bera ávöxt. Jafnvel í þurrkatíð. Skiptir engu máli því að rætur mínar eru komna niður og ég mun ekki láta af að bera ávöxt. Þannig í dag þá vil ég koma með áskorun. Hún er til mín, hún er líka til allra okkar. Hvernig getum við tekið fyrsta skrefið í að sjá köllun Guðs og tilgang með okkar lífi verða veruleika? Margir eru þegar með ykkurum hætti stignir inn, en ég trúi því að við erum bara að byrja að smakka það sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að mér langar til þess að enda í bæn. Drottinn, ég þakka þér fyrir náð þín og miskun og trúfesti. Ég þakka þér fyrir að Drottinn minn að þú ert stærri, þú ert meiri. Þú ert meiri en alla kringumstæður. Þú ert stærri en allt, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að upprisunkraftur þinn Jesús býr í hjartanu. Það þýðir að ég get risið upp úr öllum kringumstæðum og ég get séð, Drottinn minn, nýjan dag, nýja tíð og nýja von. Og Drottinn, þetta er ekki bara árið sem að við munum tala hvað verður frábært. Þetta er árið þar sem að við munum ganga inn í það sem er frábært. Við munum ekki bara sjá það með augunum, við munum sjá það með allri okkar veru. Gef okkur náð til að setja þig í fyrsta sæti. Drottinn, þegar við höfum þig í fyrsta sæti, þá mun allt annað veitast mér að auki. Ég vil betri mamma, ég vil betri maki, ég vil betri manneskja. Og ég get alla hluti því að þú ert með mér.
Og Drottin, ég bið fyrir einum og sérhverjum. Drottin, að við fáum ná til þess að rísa upp og vera það sem við erum kölluð til þess að vera. Og við biðum í Jesú nafni. Ef að þú þekkir ekki Jesú og þið langar til þess að taka mótunum inn í hjarta þitt, þá hvet ég til þess að endurtaka bænina, þessa bæn sem ég er að fara með eftir mér. Kæri Jesús, ég bið að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að hreinsa mig með blóði þínu. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég bið að fylla mig af heilugum anda. Viltu ganga með mér hvern einasta dag? Drottin Jesús, ég þakka þér að ég er þitt barn. Í Jesú nafni. Amen og amen. Drottin bless ykkur og varviti. Í Jesú nafni. Amen.